gerast á móti svona góðri þjóð? Pavel, þegar næstu 30 stiga tap fyrir Grikkjunum minn í dag, hvað er þetta að segja fyrst þetta svona leik? Hvað var auðvitað svona afskaplega vel í þessari fyrstu? Ég held að það sé bara að við erum ákafir að fara á hringinn. Ég veit ekki, hvað er þetta að segja? Það er þetta að segja að sko, við getum 30 stiga tap eða 30 stiga tap, sko, hvernig sem hún lítur á það. Við getum horft á annan leiklutan hjá okkur sem var náttúrulega frábær, sko. En við verðum kannski að fara að komast yfir það að sætta okkur við eitthvað svona litla sigra, sko. Við að eiga annan frábær annan leikluta, við þurfum að fara að krefjast meira á okkur, að geta haldið þessu út meira. En það var rosalega sveiflur sem við tókum í þessum leik, sko, í að fara hérna niður, upp og niður og við verðum kannski að reyna að hafa sveifluna bara aðeins minni, sko. Ekki svona. Þið endið annan leiklutan bara einmitt alveg efstu upp á toppinum á öldunni og leggið síðan af stað í raun og veru þriðja leiklutan bara alveg í raun og veru neðst. Hvað gerist okkur hjá? Í fyrsta lagi náttúrulega er bara alveg eðlilegt að það kemur hálfleikur og þú veist, það kemur 15 mínúna pása á leikinn og með kannski detta aðeins úr gírnum, þetta er alveg eðlilegt, sko. En við getum ekki leyft því að gerast. Við getum ekki, þú veist, það er eðlilegt að það tekur kannski smá tíma að komast að stað eftir hálfleikinn og við getum ekki dottið svona langt niður, sko, og ég með þetta er sterkt lið og við töpum nokkrum boltum, mjög mörgum boltum og einfaldar körfur, þú veist, við þurfum að taka þær burt. Við letum að vinna mjög vel fyrir öllum körfum sínum á hálfum velli, en leið og við byrjum að gefa of mörg einföld stig og margar einfaldar körfur að það er kannski þessi 30 stig, sko. Þannig að þetta kannski verið minna. Frídagur á morgun og svo er það Pólland á laugardaginn. Hvernig sjáum við möguleikana þar? Ég veit ekki. Við höfum alltaf horft á þann leik sem svona mjög mikilvægan leik fyrir okkur. Við vissum svo saman að Grikkirnir eru erfiðir en svona Pólland er kannski svona nær okkar styrkleika. Ég held að við séum mjög gott lið svona til þess að spila á móti. Sá að spila á það, þetta er engir sérfræðingar, sko, en þeir eru góðir í körfubolta en ég held að ef við náum að sýna svipaðan kraft í dag á köflum þá verður þetta alltaf leikur, sko, þetta verður góður leikur og ég held að þetta sé algjör úrslitaleikur fyrir okkur. Það er ekki leikur, takk.